Góðan daginn hér og velkomin í biblíuþáttinn okkar. Kertin á sínum stað. Það var orðið djúpt og kveikið. En við ætlum að kveikja einu kerti, já. Og eftir þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn þessum til hann að vera ekki grá. En ég sé þú leiður orð og söng. Við fáum leið á svo mörgu eða það er oft gert. En svo eru ægilega hreyfin á öðru og lifum með því árum sem. Þú veist, ekkert að duga eftir það. En þetta er misjafnsmekkum manna og ekki orðum það meira. Og hann má bara vera misjafn, af því að menn er ekki eins, það er engin maður eins. Og hver er þetta eins og ég, spyr ég nú bara. Ég tala nú ekki að vera eins og þú. Sjálfur garðagerðurinn. Nei, við erum einhver garðagerður. Við erum bara fólk sem að Drottinn skóp, það er nú málið. Og sköpuð vera minn geri. Við áttaði á því. Heimurinn er nú ekki þar, enda er heimurinn ekki Guðs, hann er Satans. Og heimurinn er Satans og heimurinn því lýgur. Þegar Satan lýgur. Hann er með alltaf öllu svo sem kennslu sem er lygi oft á tíðum. Og við erum að kenna mönnum alls konar lygi sem það er að fara eftir og gera mikið með og vinna mikið með og búa til þetta og hitt. Og við með verkum okkar erum búin að eyðileggja heimi fyrir margt löngu. En Drottinn horfir ekki í það því að hann er búin að eiginlega farga þessum heimi. Og ég tel að hann hafi gert það strax og ljóst var hvað gerst hafði við skilningsrek góðs og ills þegar Satani var gefin völd. Þar með eiginlega stútaði heiminum. En þetta hefur allt sinn tíma hjá Drottni. Og segir orðið það enda sjálft að dagurinn hjá Drottni geti verið alveg 1000 ár. Og 1000 ár einn dagur. Sem sagt þegar það gerist þá bara bang hefur það gerst. En við erum hérna, við erum að lofa Guð og við trúum að komið hafi heiminn frelsari og við gerum meira. Við erum með biblíuna okkur hér á vinstri og hægri hönd og þetta er hvatningin, þessi þáttur til að ég og þú við lesum sjálf það sem orðið er að segja því að við getum það, við erum læsar manneskjur, við erum vitibornar manneskjur og getum valið sjálf hvað við viljum ef við verðum að velja það. Við veljum ekki alltaf rétt. En við erum ekki lengur heimsins fólk, við erum Guðs fólk með alla burði og allan skilning uppi til að velja rétt. Og við veljum rétt þegar við veljum að ganga Guðs veg, veljum að fylgja Guði, læra Guð og það gerum við ef við viljum, takk eftir því. Og notum þá orð Guðs sem okkar kennsluefni. Það fylgir kristnum manni og kristinni konu orð Guðs. Það lætur enginn sem trúir hjá líða að vera uppi með Guðs orð. Og ef Guðs orð er ekki til að mynda hér á Íslandi, þá fer viðkomandi og kaupi sér orð Guðs. Því að við höfum yfirleitt nóg af bókum til að kaupa. Sum samfélög, sum lönd, þau leyfa ekki biblíuna.
og það í raun getur verið hættulegt að eiga Biblíu og þú veifar ekki Biblíu í sumum löndum. Það getur kostað þér lífið. Þetta nú staðan. Af hverju Biblíu? Af því að á bakvið Biblíuna Guð sjálfur. Og sömu ríki hafa valið að hafa ekkert með þennan Guð að gera. Og það því eðlilegt að þessi ríki sem þannig eru stefnd að þau taki Biblíuna og fela hana. Hún bönnuð. Ef við búum ekki við þann ókost, heldur getum við valið sjálf þegar við viljum að nota orð Guðs og hér erum við að nota orð Guðs að eigin vild og vali og meira. Við ætlum að nota orðið okkur sjálfum til blessunar og uppbyggingar í trúnni. Þegar trúin mín og þín, hún á að byggjast upp. Að staðna í sinni trú annað orði yfir að hafa tekið skref aftur á bak. Þannig það. Og orð Guðs aldrei aftur á bak. Það alltaf áfram. Skref fyrir skref. Og til að þetta sé nú nokkuð tryggt hjá okkur, við viljum að hafa þetta tryggt, gulltryggt, þá lesum við, venjum okkur við að lesa í orði Guðs daglega. Það hef ég gert í öll þessi ár sem ég búin að vera við þetta. Og þetta lært alveg helling á göngunni, þú voru að dúa það er að vera komið 40 ár, já, hún er farið að styttast í það. Og ef maður kemi hérna fram fyrir þig og með bara tóman haus, það verður bara sama og hýpjaði það að burtu bara. Það hef ekkert lært. Það er nú ekki hlutskipti þessa manns og ég veit að það er ekki hlutskipti þitt heldur hefur þú notað daginn til þess að læra eitthvað nýtt, helst eitthvað nýtt, já, það er best. Og það er svo merkilegt, eða þó ekki merkilegt, það er ekkert merkilegt í Guði. Jú, það er allt merkilegt í Guði, en að við skulum taka stöðum framförum ekkert merkilegt. Þegar Guð svo stór, hann hefur allt eða þú náir framförum. Orðið þess fullt af framförum. Og þegar þú lest orð Guðs og það vaknar eitthvað nýtt fyrir þér, já, þá var það vegna þess að þú ert að stíga skref í átt að drottni. Með aðeins betri og meiri skilningi en var fyrir sekúndu broti. Þannig virkar þetta. Og þannig bætist í sarpinn, en ef þú gerir ekki verkin þín, má segja skyldu þín að þá náttúrulega verður engin vöxtur. Ef þú nennir ekki að gera þetta núna, þá verður engin vöxtur. Þú verður nefnilega að nenna þessu. Af hverju verið að tala svona, við ekki dugnaða fólk? Jú, við erum dugnaða fólk. En sumir nennum við ekki. Þó við séum dugnaða fólk. Við höfum ekki okkur í þetta núna, við erum þreytt. En þegar þú ætlar að fara í Biblíuna, ef þú venur þig á þetta, þá get ég lofa þér því að þú verður alltaf þreytt. Ég er ekki að bíða með þetta til morguns. En þú getur hrist þetta af þér. Þá bara ertu með bókina fyrir fram að þig og svo þetta, lesa. Mín reynsla svo, þú hatar aga, ég veit ég séð á þér, þú vilt ekki neitt aga. En aginn rosalega góður að svo mörgu leyti og öllu leyti. Ef þú temst við aga, þá sérðu gagnsemin af því að hafa tamist við aga. Það háttar hann til hjá mér, það búi ekki allir eins vel og ég bara á akri Guðs, það bara mitt starf, búið að vera allengi. Og ég geti alveg sett mér tíma á lestrinum. Og tíminn minn þegar ég vakna, áður ég geri nokkuð annað, ég byrja alltaf á því að hella á upp á könnuna. Svo kaffidrykkja mín sé ekki svipur og sjón hjá því sem hún var, þá hún samt enn til staðar. Ég byrja semst alltaf á því að hella á að ég er svo óþolinmóður og ég veit ekki hvernig það ég er. Ég veit að þú þekkir ekki svoleiðis.
þá les ég orð Guðs. Þetta er allt útpælt og mælt hjá mér og ég les kafla. Þetta er allt útreiknað og það. Og þegar ég er búinn að lesa kaflan minn, alltaf í Guðspjallinu, alltaf í Nýja testamentinu, oft Guðspjallinu, það er bara eitthvað, já, ég lesi nú ekki samt, oftast eitthvað í Guðspjallinu, ég hugsa það nú. Og það er í Nýja testamentinu. Og þegar ég hef lokið kaflanum, þá eru síðustu droparnir að leka niður úr kaffivélinni, þannig ég get fengið mér að lestri loknum kaffi. Þetta er allt útreiknað. En svona líka er hægt að nýta tíman ef maður er óþolinmóður eins og ég veit að þú átt til nóg að þolma, en ég á hann ekki alltaf til, það ger ekkert leiðilegra en að bíða. Eins og ég var ekkert að kvarta var að tala um þetta við minn og hann sagði, já, ef þetta er svona hjá þér, þá skaltu gera eitthvað með þetta að bíða. Já. Og ég er að fara að lesa maður. Og þá þarf ég ekki að bíða, þá bara les ég og svo þegar ég er búinn að lesa þá er kaffi runnin niður. Tvöfalt gagn, orð Guðs í hjartað, svo yndislegu svartur lögurinn og eftir. Þannig að við getum gefið okkur tíma, það er að segja ef við höfum þessar aðstæður eins og ég hef. Er á vinnumarkaðnum, Guðs vinnumarkaðnum, en ég ræði tíma mínum, já, ég ræði honum ekkert sjálfur, Guð ræður honum, en að því hann er svo góður, þá gefur hann okkur tíma til alls og hann segir við mig, Konráð, hann valdur í þessu vinna að lesa orð Guðs. Sívinnandi maður, ég. Sívinnandi fólk, það er nú bara þannig. Og alltaf hef ég nú haft gaman að því að vinna. Ég hef aldrei verið maður sem gerir ekki neitt. Það held ég sé alveg hrikalega leiðilegt. Og þess vegna gaf Guð mér marga þætti til að sinna og vinna og fara með. Og ég hef alltaf yfirrið nú að gera. Ég er að skrifa eins og þú veist. Og það var nú eitthvað sem ég átti ekki von á að ég myndi gera. Maður skrifaði nú í áratug, eða lengi ekkert nema nafnið sitt ef maður skrifaði einhvað. Það var nafnið Konráður Rúnar Hauðinsson og svo, þetta var hálfgert hrafnarspark. Kvittaði undir nótur og svona ef maður var að sækja launin sín og þurfti maður að kvitta og það var eina sem ég skrifaði. Þangað til ég sendi í blöðin fyrstu greinina mína. Þá vaknaði þá var þetta vaknaði að skrifa og síðan hef ég verið að skrifa og þetta byrjaði í raun og veru 1984. Mannaði eftir því, það var árið sem ég byrjaði í þessu. En 1984 sumari þá sendi ég pingu litla klausum alveg svoleiðis bara sveittur á skallanum að gera þetta. Að sjálfsögðu sannfærður það, þetta er hún ekkert byrjað, hún ekkert að nota þetta. En viti menn, það virtist. Hefði ekki byrst að ég líklega ekki skrifa meira en það byrtist. Og það var aðeins svo nýting á mig að halda áfram, en það leið samt eitthvað fram á 1985 sem þetta hófst á fullu, það ekki verið svona upp undir ára á milli. Og síðan hefur þessi bara verið ekki að skrifa Guðs orð, því að ég þekkti ekki Drottinn á þessum tíma þegar ég var að þessu. Og skrifaði alls konar heimsins-mál, eðlilega, ég þekkti ekkert annað. En svo frelsaðist ég, 89, þá er ég að skrifa. Og mér er minnistæðir pistillinn, ég mundi hvað ég var að skrifa. Ég var eitthvað að skrifa Bítlana, ég nú reyndar ennþá að skrifa þá, og eitthvað John Lennon, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Það var eiginlega síðasti pistillinn mér sem ég skrifaði undir gamla manninum. En svo endurfættist þessi og ný sköpun í Guði kom fram og sami maður að sjálfsögðu og heldur áfram að skrifa og senda. Og ég man alltaf eftir því að ég náttúrulega las alltaf þessa pistla og svo átti ég þá alla til, ég á það nú ekki lengur til og
límdi þetta alltaf inn í bók og ég finn hinn pistilinn sem var skrifaður eitthvað hálfum mánuði áður og ég sá alveg himinn og haf á milli gæða hvað þessi pistill sem ég var að senda í Jesú nafni, ekki í Jesú nafni en þó, það var alveg hellingsgæðamunur á því, ég man alltaf að ég tók eftir þessu. Þetta svolítið miklu betra, sagði ég, að vera þarna maður. Og síðan hef ég verið þarna, í Jesú nafni. Og enn í þessu sama Jesú nafni og ég hérna núna með biblíuþáttinn okkar sem við öll elskum. Hann svo sem ekki kennslu, jú, þetta auðvitað allt kennsla, en fyrst og fremst hvatning til mín og þín og okkar að lesa sjálf. Þetta ekki svona biblíufræðsla bein. En auðvitað væri alveg hægt að gera það, en Drottinn hefur ekki viljað að þetta sé svona. Þetta er hvatning til þín og mín og okkur að lesa sjálf. Við hefum ekki að láta mat okkur, allt til að þykja kennsluna, við þykjum hana, en við hefum ekki bara að vera það. Við hefum að taka fram bókina heima, og stúdera hana á eigin spýtur. Er ég maður til að skilja? Ef þú ert þarna, þá ertu veiklunduð manneskja, vissirðu það? Því þú ert bara manneskja eins og hver annar og hugsandi vill búin að vera á því hvert sem er og hefur reyndaðu hvert sem er. En við erum að grípa til afsakana því að sjálfströssið okkar er sjálfsmatið, sjálfsvirðingin er oft svo lág hjá okkur. Og hún er að tala þetta til okkar, að þetta er ekki til þig, þú myndi aldrei skilja þetta neitt. Og við bara trúa þessu. Svona hefur nú heimurinn leikið sitt fólk og gjammarinn, legarinn, endalaust lífur til þessu, láttu einhvern annan að útskýra þetta getur þú aldrei skilið upp á eigin spýtur og þú bara stoppar þar. Já, ég get aldrei skilið þetta, það er bara þannig, við erum að hlusta á hann, kallinn að vita, hann heitir að skilja þetta. Hann skilur ekkert með þó, en hann hefur auðvitað sinn skilning alveg sem þú. Þannig að það tekur ekki undir það að einn skilji eitthvað meir en annar og ef einn skilur meir en annar þá er það vegna þess að hann har lagt á sig þá vinnu að skilja. Og þú getur líka lagt á þess að vinnu að skilja aðeins betur og þú verður þá bara að gera það sem að skilningsskoður hefur gert, hann hefur bara lært lektíuna sína. Þetta er nú ekki flókið, þetta er mjög einfalt. En þetta er eitt af því sem við verðum að gera. Og trúaður maður, hann elskar að lesa orð Guðs. Þó hann elski að lesa orð Guðs, þá var ekki þar með sagt að hann agi sig undir lesturinn, en það þurfum við að gera. Við þurfum að aga okkur undir lesturinn og ef þú hefur aðstæður til, ég veit náttúrulega ekki hvernig aðstæður þú hefur, en ef þú hefur þar aðstæður að geta bara valið þér tímann sjálf og þá þurftu líka að gera það. Mitt fyrsta verk eftir að hafa sett í könnuna er að lesa orð Guðs og þetta er ekki búin að gera í áratugi. Alltaf einn kafla. Og ég skrifa líka og get svo sem maður vil ljóstaði upp hér að það sem ég er að lesa hverju sinni að yfirleitt verður til upp úr þeim lestri einhvað efni sem ég skrifa síðan Þannig að þú lærir líka inn á hvernig Drottinn vinnur að þú lest og það hoppar til þín einhver partur af lesningun og þú segir já, ég ætla að skrifa þetta. Og svo bara klárar þinn kafla og svo hefstu handa við að festa þetta, pikka þetta inn á blað. Þetta er nú allt í tölvu í dag. Þetta er það sem ég geri og þetta er reynst mér mjög vel og stundum er ágætt að fá ráð. Já, má segja reynslinni. Þetta er bara mín reynsla og þetta er góð reynsla. En ef þú ert svona hipsum-haps við þetta, eiginlega þá mun þetta líða undir lok. Það er nú bara því miður vandinn við það ef við erum hipsum-haps. Ef við tökum ekki verkin alvarlega þá líður þetta undir lok miklu fyrr en það átti að gera. Ég segi það og hef séð það
að Drottinn vill að það sem þú byrjar á, eða ég og við, þetta endist bara. Menn eru byrjandi á einhverju og svo eru þeir hlaupnir úr því, jafnvel með þá skoðun að þetta sé komið nóg, en það er ekki komið nóg. Drottinn er núna. Og þannig er hann er alltaf núna. Og þú ert núna, vinniði bara saman. Þannig að hann setti þig fyrir verkefni og gerðu það. Syndu því. Hvað sem það er, gerðu það. Og leiðu bara árána þess að telja. Þau eru aukaatriði. Því þú ert bara við þetta. Og þú vaknaðir inn í þennan dag, Guð gaf þér þennan dag til að gera sinn vilja. Og þú ætlar að gera hann. Og þau verk sem hann hefur kallað þig til að gera. Og gerir það með gleði. Og þetta verður bara hluti af þér sjálfum. Partur af þér. Og það er góð staða. En við verðum að leyfa þess að Guði semst að vera Guð í okkar lífi, ekki bara tala um það. Heldur vera það í okkar lífi. Og það er það sem hann vill, bæði við mig og þig, að við sinnum orðinars. Þú er aðtúað það að orðið var mér gefið. Já, þú segir að líka var mér gefið. Og ef ég les það ekki, þá er að ég í raun og veru að vanrækja mína bestu gjöf sem ég hef hingað til fengið. Og þetta viðurkennir trúaður maður að orðið er það besta sem að ná. Besti kennari sem að ná og hefur verið með er orð Guðs. En ef hann vill ekki nota þennan góða kennara, þá náttúrulega er ekki við neitt að sakast nema viðkomandi. Þannig að þetta snýst alltaf um einstakling. Að trúa snýst alltaf um einstakling. Ég, prívat, þarf að lesa. Og þannig læri ég hvað það er að vera kristinn maður. Og læri líka sannleikann að kristindómurinn er aldrei kvöð. Kristindómurinn er alltaf léttur. En ef hann er byrði fyrir þig, sem ég veit reyndar ekkert um það, en ef hann er byrði fyrir þig, þá hefur eitthvað skólast til í vissuðinni þetta sem að þú hefur verið að gera. Þetta getur það alveg komið upp, þó að það hef ekki gerst í mínu tilviki, en það hlýtur að vera mjög slæmt þegar það kemur upp, því að þá ertu að gera heldur betur lítið af Guði sem kallaði þig. Já, hann kallaði þig til þetta, inn í þetta verkefni. Af hverju? Hann treysti þig til þess. En þú ert ekki að sinna þig því að þú ert frjáls manneskja. Þú hefur ekki enn tekið ákvörðunum að gera vilja Guðs á þessu leyti. Ég hef gert það. Ég tók ákvörðun og ég veit að margir af mínum félögum, bræðrum og systurum hafa gert það líka. En sumir hafa ekki tekið ákvörðun og verið í haltrandi. Og þeim líður ekki vel að vera svona haltrandi, af því þeir þurfa ekkert að vera haltrandi, ekkert frekar en ég eða allir hinir sem að taka stöðu sín. Við þurfum að hvetja hvort annað til þessara verka. Til þess erum við. Við erum til að hvetja hvort annað til verka sem Drottinn hefur kallað til, en við erum ekkert að benda á neitt, dæma neitt. Okkur varðar ekkert það hvort menn gerir þetta eða ekki, en ef Drottinn vill að ég hveti þig, þá geri ég það. Þá hef ég gert vilja Guðs hvað þig varðar. Og kannski verður það til þess að þú rist og fætur og ferð hest handa og tekur það upp kannski sem þú að spyrja þér á en lögst aldrei við. Er það svoleiðis hjá þér? Taktu það bara upp þráðið þar sem þú slepptir honum og byrjaðu bara. Því hafirðu haft hann í hendi, þá er hann þér ætlaður. Þó þú sleppir honum, þá er hann bara það sem hann datt. Fyndu hann bara og byrjaðu aftur. Hefstu handa á nýja leik. Þetta er eiga köllun Guðs og þetta er það að eiga staðfestu í sínu hjarta. Þó að staðfestan sé ekki alltaf, þá getur hún alveg vaknað aftur. En best er að haga sínu lífi þannig að staðfestan bara haldist. Þá ertu ekkert að sleppa neinu. Þú heldur bara áfram. Og ég veit alveg 100% að það er vilji Guðs. Og ég veit að þú ert sammála mér því, því þú hefur verið staðfastur og staðföst í þinni trú áratugum saman, alveg svo ég. Þannig ég er ekkert einn þarna.
sem betur fyrir erum við nú alveg fjöldi mann sem eru þarna og unum okkur vel í þessari stöðu. En við gerum okkar. Það er enginn yfir það settur að lesa orð Guðs. Þar eru við algjörlega jöfn. Og öll höfum við sama tækifæri á að læra okkur orðið Guðs og skilja Guðs orð. Því að skilningurinn hann kemur hvort eða frá Guði, hann er ekkert frá mér. Við erum að lesa orðið og það hoppar á okkur orðið og við skiljum orðið. Það er gjöf. Það er því að Guð fylgist með þér. Hann vill að Konráð og Rúnar skilji þetta orð núna. Og hann les og það stekkur eitthvað á hann. Með skilningi stundum, já oft. Þetta er það líka að eiga Guð í hjarta sínu. En ef við erum ekkert að gera það sem Drottinn er að kalla okkur til að vinna þessi verka, þá kemur aldrei neitt skilningur. Skilningurinn kemur af verkinu sem þú fórst í að gera. Og við erum hér með orð Guðs og við erum að fletti í henni og hvetja hvort annað til þess að lesa í henni. Því að minn prívatlestur, hann gagnast mér. Skilningurinn kemur úr prívatlesturinu mínum. Og svo förum við að samkomur, vegna þess að Drottinn gaf okkur samkomuna. Og það náttúrulega fáum við fullt af kennslu. Það er ekkert nóg því að þú ert ekki á samkomu 24 tíma á sólarhring. Þegar þú ert einhvers staðar í þessa 22 tíma á sólarhring þegar samkomunni sleppur, þetta er kannski 1,5 tími og svo líður bara vikan. En þú ert einhvers staðar. Hvað er þetta að gera? Það bæta ofan á þekkinguna sem þú hefur eða ertu bara í þessari stöðu? Ég nenni þetta ekki núna. Það er alls konar í gangi, þú veist það. En sem sagt, málið er að lesa sjálfur. Og við erum búin að opna Nýja testamentið ef að byrja í Gamla testamentinu. Við gerum það nú yfirleitt. Þó ég sé nú ekki mikill Gamla testamentismadur að þá er ég nú alveg óhræddur við að benda á það sem gagnlegt. Við erum í Sálmunum. Sálmur 88. Já. 9. vers. Þú hefur fjarlægt vini mína frá mér, gert mig að viðurstygi í augu þeirra. Ég loka þær inni og kemst ekki út. Augu mín eru döpruð af harmi. Ég ákalla þig Drottinn dag hvern, lyfti höndum mínum til þín, gerir þú furðuverk vegna framliðina, eða rísa skuggarnir á fætur til að lofa þig. Dauður maður lofar ekki Guð. En þú ert lifandi manneskja, þú átt Jesú í hjarta þínu, og þú getur reisið þig núna og byrja að lofa Guð. Líklega er þetta Davíðssálmur, ég er ekki alveg klár á því hver skrifaði hvað, en ég veit að þetta sé nú ekki, þetta sé ekki Davíðssálmur. Þú hefur fjarlægt vini mína frá mér. Gerir mig að viðurstyggð í augum þeirra. Það er nú eitthvað gerst þarna. Þeir snýra allir baki við honum, þessum. En hann sér að þetta hefur eitthvað sem Guð hefur gert. Það er skrítið stundum að vera maður. Og við höldum áfram að lesa, við lesum þetta bara aftur. Þú hefur fjarlægt vini mína frá mér, gert mig að viðurstyggð í augum þeirra. Ég loka þær inni og kemst ekki út. Augu mín eru döpruð af harmi. Ég ákalla þig Drottinn dag hvern, lyfti höndum mínu til þín, gerir þú furðuverk vegna framliðina, eða rísa skuggarnir á fætur til að lofa þig. Þetta er nokkuð gott. Er sagt frá miskunn þinni í gröfinni, frá trúfersti þinni í helju, birtist undramáttur þinn í myrkrinu og réttlæti þitt í landi gleymskunnar. Þetta eru góðar spurningar. Manns í svona einhverju örvæntingu, en samt ekki svo mikill í að hann hlaupi frá Guði.
en er ekki alveg sáttur við stöðuna og er alveg greinilegt að hann skilur ekki stöðuna og þannig er það stundum hjá okkur að við erum ekki sáttur við stöðuna og við skiljum heldur ekki stöðuna sem er uppi. En það í sjálfu sér er auka atriði því að þrátt fyrir það, við sjáum með þennan mann, að þrátt fyrir svona væl og vorsmá, þá hrópar hann til Guðs og það er einmitt það sem við höfum að gera. Hvernig sem aðstæður okkar eru, þó að við séum að barma okkur svo litið og skæla smávegis, þá getum við alveg hrópað til Guðs. Og hvað gerist þegar þú hrópað til Guðs? Hann hressir þig. Er ekki rétt hjá mér? Jú, hann hressir þig. Það lifnar eitthvað við í þér og eftir einhvern tíma þá ertu aftur komið til fyrir styrk og jafnvel meiri styrk þegar við lærum alltaf af reynslunni. Þannig er þetta. Akkur yfirgáfu hann sér ágættum menn, vinir hans, ég veit ekkert það. Akkur yfirgefa menn hvern annan, ég hef ekki hugmynd það. Á hvaða ástæð, ég bara veit það ekki, ég veit að stundum er ástæðan bara 0. Men samt yfirgáfu menn hvern annan. Það skeið aldrei neitt. Og ég bara spyr hvert skilur þetta manns hjarta. Ekki ég allavega, það var löngu hættur að velta því fyrir mér að reyna að skilja það. En ég reyna að skilja Guð. Ég vil vera með Drottinn í mínum félagsskap. Ég vil að hann sé alltaf einhvers staðar í hópnum. Og það hefur verið þannig í síðustu áratugi, hvað mig varðar. Og ég er ekkert að skipta neitt á þessu og hinu sem ég var innan. Mitt líf svona áður en ég kynntist Kristi, ég get nú ekki sagt að það hafi verið einhver hörmunga líf, alls ekki. Þetta var bara ósköp venjulegt líf, ég vantrú alls manns. En ég átti ekki trú þá. Og trúin breytti öllu fyrir mér. Og þetta setti mig inn í kirkjuna því að þegar trúin er komin þá ferðu að horfa til kirkjuna, svo þú gerður aldrei áður. Og þú veist að þetta er staðurinn þinn. Og þú ert komin þangað, já, bara eins og ég þegar ég frelsaðist og fór á mínar fyrstu samkomu hjá þessum ágæta hópi í Kaldaseli, má segja. Og það er komin að verða komið 40 ár síðan það var og ég er ennþá við þetta. Gengin alveg inn í kirkjuna fyrir 25 árum eitthvað svoleiðis, já, 25 árum. Ég er ekkert að fara neitt. Og ég er svo heppinn í dag að ég er komin af vinnumarkaðinu þannig að það er ekkert að fara. Þannig að maður heldur bara áfram þar sem maður er. Og meira þess að komin á þann góða stað að þykja elli laun þannig að maður hefur auðra. Maður er ekkert af vanbúnaði. Þetta er svona forréttindi sem okkur er gefin og þannig að aldurinn, þú þarft ekki að hræðast hann. Ef þú ert Guðs maður og þá skaltu bara hlakka til þegar hann kemur að Guð vill að þá getur þú stíð alveg inn í kirkjuna og byrja að vinna þar við verkefni sem að Drottinn bendi þér á að gera. Það bendi mér á verkefni sem ég seint, það sagði mér enginn að fara í þetta, nema Drottinn bara kallaði mig í þetta og hitt verkið sem ég er að gera í dag. Og ég kann vel við það. Að þjóna honum, með þessum hætti líka. Þú getur alveg verið þarna, hafi Guð gefið þér trú og ég veit alveg að þráin í hjartanu er að þjóna honum, kannski að þínu mati hefur ekki haft aðstæður til að gera það. Svona við kunnum alveg að grípa til afsakana. En ég segi nú bara við þig, hvað hefurðu? Í Jesú nafni, byrjaðu þar. Hvaða hæfileika hefurðu í Jesú nafni? Hefstu handa þar. Og sagðu til, það kemur eitthvað út úr því. Þannig byrjar þetta hjá okkur öllum, tel ég. Við bara setjumstu niður eða gera það sem við vitum að við eigum að gera og hefjumstum handa. Með eitthvað gamalt rasl til að byrja á. Og það fara að fæðast fram einhver verk, gefin Guði. Og hann sér að þú ætlar að endast við þetta
Hann sér áhugan á því að gera þetta og hann fer að bæta við í tækjum eins og hann gerði hjá mér. Nú ég komið með alveg þessu fínu tæki og sem allir viðurkenna sem að sjá. Og ég ennþá við þetta aukasorn að útbúa biblíuþættina okkar. Sjálfur ég nú biblíumaður. Alveg verið frá fyrstu tíð, eða sko eftir að ég komst til trúar þá hefur þetta verið bara bókin mín. Og ég raun og veru les ég enga nema þessa bók. Og játa á mig þá kvöð. En þetta ekki kvöð. Þetta bara eitthvað sem maður velur sér sjálfur og ég má velja fyrir mig annars og þú mátt velja fyrir þig. Ekki alltaf ég að banna þér það. Og biblíuþátturinn sem sagt ekki stíf kennsla í orði Guðs. Þetta ábending til þeirra sem heyra og sjá að gera þetta sjálf. Því að þú, ef einn getur það, þá getur þú það líka. Og það góður ávani að venja sig á og við að lesa orð Guðs sem trúið manneskja, því ég veit alveg hróp hjartans eftir þessu. Það stöðugt. En ég veit ekki hvort menn eru að sinna þessu eða ekki, það annar mál. En ég veit alveg hróp hjartans og löngun hjartans til að sjá þig gera þessi verk. Og ég veit að Drottinn á himnum fagnar þegar hann sér þig yfir orðinu sínu. Þannig að þú ert að gleðja hann fyrst og fremst með því að gera það sem hann hefur boðið þér að gera og ég alveg viss það að býður öllum mönnum að lesa orð Guðs. Öllum sínum mönnum og konum að lesa orð Guðs. En ég veit ekki hversu duglegt fólki við verkið sem allt annað mál. En við þurfum að hvetja hvort annað og við sem erum kallaða mannesku til að hvetja að þessu leyti, þá við þurfum að gera það líka. Og það sem Drottinn hefur, að hann vill að það bara endist. Langt síðan ég sá þetta. Þannig að þú sem ætlar að fara að byrja, ert enn að keyra þig upp í að byrja, en þegar þú byrjar, þá skaltu líka vita að þú skalt láta þetta endast bara og endast. Svo lengi sem þú lifir þess vegna. Það er það sem ég hef lært í þessu. Við erum núna í bréfinu til Hebra. Ég veit ekki alveg hvort það sé vitað hver skrifaði Hebreabréfið. En ég held að flestir bendi á Pál sem höfund Hebreabréfsins. Hann er náttúrulega höfundur margra bréfanna í Nýja testamentinu. En ég held að sé eitthvað að reiki með bréfið til Hebra. En kannski skrifaði Páll bara eins og mörg önnur bréf. En við erum núna í 10. kafla Hebreabréfsins. Við lesum bara frá og með 5. Því að það er Kristur, því er það að Kristur segir þegar hann kemur í heiminn, fórn og gjafir hefur þú eigi viljað, en líkama hefur þú búið mér. Brennifórnir og syndafórnir geðjust þér ekki, þá sagði ég, sjá, ég komin til að gera vilja þinn, Guð minn, eins og ritað er í bókinni um mig. Fyrst segir hann, fórnir og gjafir og brennifórnir og syndafórnir hefur þú eigi vilja og eigi geðjast þér að þeim. En það er einmitt þær sem fram eru bornar samkvæmt lögmálinu. Síðan segir hann, sjá, ég er komin til að gera vilja þinn. Hann afnemur þið fyrra og staðfestir þið síðara. Þannig gerði hann það sem Guð vildi og þess vegna erum við helguð orðin að hann fórnaði sjálfum sér í eitt skipti fyrir öll. Magnað. Þannig að við gerum vilja Guðs, við gerum vilja Krist og einn vilji hans er að ég og þú, við séum dugleg við að læra og nema upp úr bókinni.
En það komið tími, eins og hljótt að líða maður, það er ekki að spyrja því. Og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram, verið þið sæl.